Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 14. apríl 2020 og settur fundur í bæjarstjórn Akraness númer 1311. Og mætt eru til fundar bæjarfulltrúarnir Rakel Óskarsdóttir, Elsa Lára Arnardóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Kristinn Hallur Sveinsson, Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson, Bára Daðadóttir og Ólafur Adolfsson og undirritaður Valgarður L. Jónsson sem stýrir fundi og rétt að taka fram að bæjarfulltrúarnir Kristinn Hallur Sveinsson og Bára Daðadóttir tengjast fundinum í gegnum fjarfundabúnað. Einnig sitja fundinn Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri og Sædís Alexía Sigurmundsdóttir verkefnastjóri sem að sér ritun fundargerðar. Og ég býð fundarmenn velkomna til fundar og við göngum til dagskrá og fyrsta mál á dagskrá hefur málsnúmerið 20.01.149 sorpmál starfshópur. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum það 12. mars síðastliðinn erindisbréf fyrir starfshóp hirðu, endurvinnslu og eyðingu sorps. Og erindisbréfinu vísað til samþykktar í bæjarstjórn Akraness. Og orðið laust þetta mál. Það bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og bæjarstjóri. Við erum hér með á dagskrá mál sem varðar sorpmál og starfshóp tengdan þeim efnum og maður getur sagt kannski loksins sem málið komið hér fyrir bæjarstjórn. Við ætlum auðvitað að fyrir mistök og eins og ég ræddi á síðasta fundi að þá gleymdi ég að ýta eftir málinu inn á fund bæjarstjórnar en hér það komið og en tilurð þessa máls sú að Sjálfstæðisflokkurinn lagði fram tillögu um stofnun starfshóps núna snemma þessu ári hér í bæjarstjórn. En allir flokkar voru með sorpmálin og umhverfismál ofarlega í sínum stefnuskrám fyrir síðustu kosningar. En samkvæmt þeirri tillögu sem lögð var fram hér í bæjarstjórn og vísað til bæjarráðs þá hlutverk starfshópsins að móta og koma fram með tillögu að heildstæðri stefnu sveitarfélagsins í sorpmálum og samkvæmt tillögunni átti sú stefna að vera tímasett með kostnaðargreind aðgerðaráætlun eða innan hennar og að það tilgreint líka í tillögunni og í erindisbréfinu að vinna starfshópsins muni nýtast þegar sorpmálin, það sorphirða og flutningur verða boðin út að nýju en samningur við núverandi sorpverktaka rennur núna út 31. desember 2022. Samkvæmt erindisbréfi og tillögunni að með minni þá starfshópurinn skal starfi umboði skipulags- og umhverfisráðs og bæjarráðs og samkvæmt erindisbréfi lagt til að skil starfshópsins verði 31. október en það verði áfangaskil. Það lagt til hér að formaður starfshópsins verði Ragnar Baldur Sæmundsson bæjarfulltrúi en auk hans verði bæjarfulltrúi Einar Brandsson og sem þau Geir Guðjónsson, Ása Katrín Bjarnadóttir og Karen Jónsdóttir sem lagt fram með að verði þessu starfshópi og þessi Jón Ólafsson verkefnastjóri og Sindri Birgisson umhverfisstjóri Akraneskaupstað sem muni starfa með hópnum. Og ég vona svo sannarlega að vinna þessi starfshóps muni ganga vel fyrir sig og allir góður hópur sem þarna hefur verið lagt fram að skipa þennan hóp og ég hlakka bara til að sjá afurð þeirra núna í áfangaskilum og síðan þá í lokaskilum þegar að það kemur. Þannig að Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust þennan fundalið. Fleiri vilja tjá sig. Það
Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir, gjörðu svo vel. Fyrir örlítið að leita hérna í gögnum, svo ég missi ekki tækifæri. Ég ekki alveg fundið þetta. Þú sé ykkur annar sem vil vera undan eftir hvað með tjásundum á. Eru fleiri sem vilja? Nei. Við hikrum bara aðeins. Það ljótt. Þú búin að Já. Já, forseti, takk fyrir að bíða eftir mér. Aðrir fundarmenn. Bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og verkefnastjóri og kannski mögulega einhver aðrir sem hafa liða. Ég tek svo sem heilshugar undir orð formann bæjarráðs að við fögnum þessa tímamóta, að við séum að samþykkja það að hleypa þessum starfshópi hirðu og endurvinnslu og eyðingu sorps á Akranesi samkvæmt tillögu okkar sjálfstæðismanna. En okkur þykir miður að meirihlutinn hafi ekki fallist á það að fela okkur formennsku í þessum hópi, þar sem að við lögðum til eðalmanneskju, og svo að sé ekki halla á neinn í þessum hópi, sem heitir Karin Jónsdóttir, sem að hefur gríðarlega mikla þekkingu á þessum málum. Hún hefur setið í starfshópi hér áður hjá Akraneskjörstöð í þessum málum. Hún hefur verið að vinna að þessum málum fyrir samtök iðnaðarins og bauðst sjálf til þess að taka formennsku í þessum hópi og við þykir það mjög miður að meirihlutinn skuli ekki sjá það sem valkost. Formaður bæjarráðs fór svo sem aðeins yfir þetta hér í sínu máli í þessum inngangi og ég tek alveg undir það. Ég vona bara svo sannarlega að þessi starfshópur vinni vel saman og ég á ekki von á svo sem öðru en ég ætla bara að hvetja þá formann skipulags- og umhverfisráðs að halda vel á spöðunum í þessu máli. Hann er verkefnum hlaðinn í ýmsum störfum hér í bæjarapprætinu, sitjandi í 2 ráðum og stjórn Faxaflóahafna og þannig að ég vona það að hann sinni þessu vel og treysti sig til þess að fylgja þessu hratt og örugglega eftir. En tilurð þessa að þessa starfshópa er náttúrulega að við vildum fylgja eftir umhverfisstefnunni sem er ný svo sem skriðin á laggirnar eftir 2 ára viðveru í kerfinu og vona ég það að þetta verði ekki svoleiðis verkefni sem við sjáum að kannski komið lítið dagsins ljós á næsta kjörtímabili. Þannig að viltu bara hvetja ykkur til þess.
Í síðustu bókun, meirihlutans í bæjarráði þegar þetta var rætt þar og var talað að þetta væri óþarfa áhyggjur í Sjálfstæðisflokknum. Að því að við tölum það að okkar tilfinning svolítið svo að við séum svolítið að drífa vagninn áfram með frumkvæði að ýmsum verkefnum og það má til að mynda nefna þennan hóp og það má nefna mötuneytishópinn og það má nefna umhverfisstefnuna. En þá á það bara að koma betur í ljós hvort það svo að áhyggjur séu óþarfar. En ég bara fagna þessu enn og aftur og hlakka líka til að sjá hver viðbrögð og afurð þessa hóps verður og óska þeim velfarnaðar í starfinu. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að ræða málið? Svo ekki. Og þá ber ég erindisbréf starfshóps sorpmál undir atkvæði bæjarfulltrúa. Þeir sem að samþykkja erindisbréf fyrir starfshóp hirðu endurvinnslu og eyðingu sorps gjöra svo vel að gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Og við förum í annan lið á dagskrá. Hann hefur málsnúmerið 20.03.259. Holtið úrræði fyrir börn, en bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 8. apríl síðastliðinn viðauka númer 8 af fjárhæð 9 milljónir króna sem skal ráðstafað á deild 02-330-1691. Kostnaðarauka verður mætt með lækkun á áætluðum rekstrarafgangi. Bæjarráð vísar sem sagt viðaukanum til staðfestingar í bæjarstjórn Akraness. Og orðið laust þetta mál. Það bæjarfulltrúi Kristinn Sveinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætlaði bara að fylgja þess aðeins hlaði. Þetta þörf starfsemi sem var opnuð núna í janúar fyrir einstakling sem þurfti sértækt úrræði og miklu þjónustu. Starfsemin hefur aukist og það eru fleiri einstaklingar sem sækja þjónustu þarna og úrræðið virkar vel fyrir þá einstaklinga. Það eru 4 börn á Akranesi og 1 úr Hvalfjarðarsveit. Þannig að ég bara samþykktin sem var fyrir var til hálfs árs, þannig að nú erum við í raun og veru að samþykkja út árið og síðan vona ég með reynslu Holtsins að þetta fari síðan bara inn í vinnu við fjárhagsáætlunargerð fyrir næsta ár. Þannig að ég vona bara að þetta fái brautargengi í bæjarstjórn. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristinn Sveinsson hefur lokið máli sínu. Það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, verkefnastjóri og aðrir sem á hlýða. Ég vil bara taka undir það að hér mikilvægt mál á ferð. Ég veit að Holtið hefur reynst vel eins og fram kemur í greinargerðinni sem fylgir málinu. Ég tel jafnframt eins og formaður velferðar- og mannréttindaráðs segir að þetta verður þá skoðað í samhliða líka næstu skref hvað varðar fjárhagsáætlun næsta árs, en hvað varðar umræðan í bæjarráði og þann kostnað sem sveitarfélagið stendur straum að hvað varðar til dæmis þessa þjónustu að við munum leita til ráðuneytisins jafnframt hvað þetta varðar og skoða hvort að möguleiki á einhverjum þætti þaðan
varðandi þessa mikilvægu þjónustu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi SLR Arnardóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að taka undir þau orð sem hafa komið hérna varðandi þetta úrræði. Ég held að þetta hafi komið að mjög góðum notum og hjálpa þeim einstaklingum sem hafa þurft á því að halda. Þetta úrræði sem hefur í rauninni komið ofan í það sem við höfum verið með áður og ég hef áður komið inn á það hér á þessum stað að ég hef ýjað að því að við förum í vinnu og tökum í gegn alveg þennan hluta sem sagt þessa málefni fatlaðra og leggjum í rauninni fyrir okkur hvað við viljum bjóða upp á og þarna þjónusta sem til dæmis ekki held ég inn í samningnum við Hvalfjarðarsveit. Þannig að þar þurfum við að koma inn í þann samning sem ég veit að við erum að fara í að endurgera eða endurnýja. Og svo eru ýmis atriði sem ég hef nefnt sem við þurfum að skoða hvort við hefum og hvernig við hefum að bjóða upp á það og hef oft nefnt hérna skammtíma vistun. Og þannig að ég ætla enn og aftur að það sem svona málefni sem að bætast við hjá okkur og að við tökum þennan málaflokk á einhvern hátt fyrir og skora ég bara meirihlutann að finna einhverja leið í því fyrir okkur. Eitt sem við þurfum að huga að sem ég veit að stór þáttur sem við þurfum að passa upp á, það starfsfólk sem við höfum í þessari þjónustu og þá sérstaklega þar sem við erum með erfið mál. Þannig að þurfum að huga að því starfsfólki sérstaklega. En þetta held ég ákveðið gæfuspor fyrir okkur að fara í það að bjóða upp á þessa þjónustu. Þannig að ég mjög sáttur í sjálfsög með hana en mér finnst vanta heildstæða stefnu hjá bæjarfélaginu í þessu málaflokki. Takk fyrir. Brandsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti. Allir bæjarfulltrúar mér langar kannski bara forvitnast að mér fannst það nú kannski liggja í orðum bæjarfulltrúa Einars Brandssonar, hvort það farið fram hjá mér, hvort það verið komið pólitísk afstaða til þess að endurnýja samninginn við Hvalfjarðarsveit velferðarþjónustu. Bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson var næstur á mælendaskrá. Gjörðu svo vel. Já, heyrðu, ásakið, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði bara að taka undir orð Einars Brandssonar varðandi það að horfa til framtíðar í þessum málaflokki og marka skýra stefnu hvað við viljum. Mér finnst við vera að reyna að gera það og ganga ágætlega. Ég vil líka taka undir orðans varðandi skammtímavistun. Ég held að starfsemi í Holti og hugsanlega þá ekki þessu húsnæði en ef við finnum annað húsnæði þá myndi starfsemi í Holti fara ágætlega saman við til dæmis skammtímavistun. Og það er eitthvað sem við þurfum að horfa á. Varðandi samninga við Hvalfjarðarsveit þá það bara í skoðun.
Við erum náttúrulega með, það bara verið að skoða málin, ég get nú ekki sagt annað, sko, afsakið. Takk fyrir mig. Bæjarfulltrúi Kristján Hallur Sveinsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls, það bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, verkefnastjóri og aðrir sem að hlýða. Það hefur ekki komið inn á borð og til umræðu inn í bæjarráði hvað varðar áframhaldandi gildistöku samnings hvað varðar þetta úrræði við Hvalfjarðarsveit og það liggur undir ákveðnum þáttum og öðrum samningum sem snúa að Hvalfjarðarsveit og viðræður hvernig það er. Þannig að við tökum þetta áfram í umræðu hvert við stefnum. En eins og bæjarfulltrúi Kristján Hallur Sveinsson nefndi að þá var einhver að skoða hlutina þeirra megin. Við komum því með þetta. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúi. Ég hefði nú alveg rekist á það ef þetta hefði verið rætt í bæjarráði. Ég ætla allavega að vona það. Allavega ef þetta verið á dagskrá bæjarráðs. Var sér ekki orðið svona COVID-aður. En ég var svona bara að spyrja hvort það hefði verið, hvort þetta hefði verið rætt okkur á meiri hlutunum. Ég var svona í að því spurningin með hvort það væri komin einhver pólitísk yfirlýsing það. Þannig að það ekki, en ég þakka þá bara góð svör. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri sem að vilja tjá sig þetta mál. Svo ekki og þá legg ég fram til atkvæðagreiðslu viðauka númer 8 á fjárhæð krónu 9 milljónir ráðstafað á deil 023301691 og kostnaðarauka verður mætt með lækkun á áætluðum rekstrarafgangi. Þessi samþykkja viðauka númer 8 Holtið sérúrræði fyrir börn, gjörðu svo vel gjöfamerki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Við förum í þriðja mál. Það hefur málsnúmerið 2004030 deiliskipulag Sementsreits breyting en við hönnun og endurgerð Faxabrautar liggur fyrir að hækka núverandi götu allt að 2 metra. En þessari hækkun gengið lengra en í núverandi deiliskipulagi til að mæta hækkandi sjávarstöðu varðandi byggð innan við götuna. Með breytingunni færist göngustígur úr grjótvörð og til hliðar við götu. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórnarbreytingi verið samþykkt með vísan til 3. málsgreinar 43. greinar skipulagslaga númer 123 frá árinu 2010. Og orðið laust þessa tillögu. Það engin, það bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, sem átíða. Ég bara fagna þessari deiliskipulagsbreytingu komið fram. Fagna því að Vegagerðin hafi hlustað á rök okkar og gatan hann verið hækkuð. Þetta því engin aukinn kostnaður fyrir okkur. Þetta móti kemur þetta ábyggilega betur út fyrir okkur vegna þess að þarna verður ekki eins og kostnaður við göngustíg sem alltaf hefði fallið á okkur. Þarna göngustígur ekki í grjótvörðinni, hann verður mun breiðari. Hann fer úr því að vera 2,4 metrar upp í rúm 4 metra. Þannig að þetta líka aðgengismál og held ég verður líka bara skemmtilega fyrir umferðaraðila að fara. Þetta verður ekki, garðurinn byrgir ekki sín. Þannig ég held að þetta sé bara mjög jákvætt. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem að óska eftir að ræða þessa breytingartillögu. Svo ekki og þá legg ég það undir atkvæði fundarmanna. Breytingu á deiliskipulagi Sementsreits sem felst í hækkun núverandi götu allt að 2 metrum. Með breytingunni færist göngustígur úr grjótvörn og til hliðar við götu. Þeir sem samþykkja þetta með vísan til 3. málsgreinar 43. greinar skipulagslaga
gjörðu svo vel og gefa merki. Það eru 9 atkvæði. Þá förum við í 4. lið. Hann hefur málsnúmerið 20.04.042. Þetta deiliskipulag skógahverfi, annar áfangi, Baugalundur 4. Skipulags- og umhverfisráð leggur til að grenndarkynna skipulagsbreytingu samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123 árið 2010 fyrir lóðarhöfum við Baugalund 2 og 6 og Blómalund 1 og 3. Og er að ræða ósk lóðarhafa Baugalundar nr. 4 að færa bindandi byggingarlínu fjær götu 1,3 metra og færslu á bílastæði. Og bæjarfulltrúi Einar Brandsson biður orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, með vísan til bæjarmálasamþykktar 16. greinar hæfi þá sýnist mér á öllu þó að það komi nú ekki fram hver lóðarhafinn en þá hef ég grun það og hef ákveðin tengsl við hann, þannig að ég ætla að fá víkja fundi meðan að málið rætt. Takk fyrir. Það skal þá fært til bókar að bæjarfulltrúi Einar Brandsson víkur af fundi og afgreiðslu þessa máls. En orðið laust 4. fundalið. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég velti fyrir mig hvort það sé ekki að fyrir komið fordæmi fyrir þessu í Baugalundi. Kannski ég vísa til formanns skipulags- og umhverfisráðs. Bæjarfulltrúi Rakel Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, það svona fyrir bæjarfulltrúar Rakel Óskarsdóttir velti spurningu hvort það ekki komið fordæmi fyrir þessu. Jú, sannarlega, ég held að sé búið að sambærilega breytingar hafa farið fram mjög margar lóðir þarna, sérstaklega þarna megin við götuna. Þetta kannski þarna Sandra Margrét velti eins og spurningunni þessar breytingar. Þetta bara eitt af þess að við þurfum svolítið að skoða bara í skipulaginu næstu hverfi, þar sem við erum að fá inn þessar beiðnir endalaust bæði byggingarlína sem kannski leitt en líka stæði. Við Baugalundin búið að færa held ég flest bílastæði innum meginn, það einhvern veginn verið svo fyllt svo mikið í skipulaginu. En þarna, jú, það sannlega komið fordæmi, en ég sé ekki að þetta hafa neina áhrif aðra þarna. Þannig að þarna, ég sé þess ekki neitt til fyrir. Takk. Bæjarfulltrúi Rakel Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Þeir sem vilja ræða þennan fundalið. Svo ekki, þá ber ég það undir atkvæði fundarmanna. Þeir sem samþykkja að grenndarkynna skipulagsbreytinguna samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga fyrir lóðarhöfum við Baugalund nr. 2 og 6 og lóðarhöfum við Blómalund nr. 1 og nr. 3. Gjörðu svo vel og gefa merki. Það eru 8 atkvæði fyrir því. Og þá köllum við bæjarfulltrúa Einar Brandsson inn á fundinn aftur. Ég bið þá fundarritara að færa það til bókar að bæjarfulltrúi Einar Brandsson tekur sæti á fundinum að 9 og við förum í 5. mál á dagskrá sem hefur málsnúmerið 20.03.175. Það er Jörundarholt 224 umsókn til skipulagsfulltrúa. Skipulags- og umhverfisráð fjallaði umsókn vegna viðbyggingar við Jörundarholt 224 á fundi sínum þann 7. apríl síðastliðinn. Ráðið leggur til við bæjarstjórn að byggingarleyfið fari í grenndarkynningu í samræmi við 44. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010
og grenndarkynnt verði fyrir eigendum við Garðavöll 1, Jörundarholt 222 og Jörundarholt 226. Og orðið laust þessa, ég kannski fer líka í það hérna að efnislega þá snýr þetta stækkun eða viðbyggingu 1 metra til austurs og breyting á útliti glugga og svalahurðum á austur- og suðurhlíðum. Orðið laust þessa tillögu. Það enginn sem að óskar eftir að taka til máls, þannig að þá fer þetta bara beint í atkvæðagreiðslu, þessi samþykkja að þessi tillaga fari í grenndarkynningu. Samkvæmt þessu sem að ég las hér í inngangi, gjör svo vel að gefa merki. Það eru 8 atkvæði fyrir, nei það eru 9 atkvæði fyrir því. Við erum orðin 9 aftur. 7. mál á dagskrá málsnúmeri 20.03.250. Akraneslína 2 framkvæmdaleyfi. Skipulags- og umhverfisráð fjallaði umsókn Landsnets hf framkvæmdaleyfi fyrir lagningu jarðstrengs í Garðaflóa á fundi sínum þann 30. mars síðastliðinn. Ráðið leggur til við bæjarstjórn að framkvæmdaleyfi samkvæmt meðfylgjandi gögnum verði veitt. Framkvæmdaleyfi veitt á grundvelli 13. greinar skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010 og reglugerðar framkvæmdaleyfi nr. 772 frá árinu 2013. Orðið laust þennan fundarlið. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti fulltrúar og það sem á hlýða. Ég bara fagna því að þessi ósk sé komið frá Landsneti. Þessi lína hefur staðið uppbyggingu í hverfinu fyrir dyrum. Þannig að þarna megin í hverfinu ekki hægt að byggja nema há hús. Þess að línum við þarna. Þannig að það mjög mikilvægt að þessi lína fari í jörðu og því mikið fagnaverðið að það náðst í gegn það. Ég vona að það séu allir á sömu línu henni í völdunum. Ég held það. Þetta ekki að vera mitt ágreiningsmál. Við erum samhliða þessu þá farum við að fara í gegnum flóana með tæki og annað og sviðsstjóri í Sigurður Harðarson sviðsstjóri í viðræðum við Landsnetum hvort að hugsanlega sá stígur sem þurfa jafnvel að fara í gegn, hvort þið getur nýtt okkur hann eitthvað til framtíðar. Þarna gæti orðið ykkur útvistastígur. Það bara mjög spennandi. Þannig ég held að þetta sé bara mjög spennandi líka fyrir hverfið sem að sækja sér þeirri núna. Það bara mjög góð framkvæmd. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Þeir sem vilja taka til máls. Svo ekki. Þeir sem að samþykkja þá að veita framkvæmdaleyfi fyrir lagningu jarðstrengs í Garðaflóa, gjöra svo vel að gefa merki. Það eru 9 atkvæði á lofti, samþykkt einróma. Þá förum við í fundargerðir sem hér lagðar fram til kynningar. 7. fundarliður málsnúmeri 20.01.002. Þetta fundargerðir bæjarráðs á árinu 2020 og hér lagðar fram 4 fundargerðir númer 3407 frá 25. mars síðastliðnum, 3408 frá 30. mars síðastliðnum, 3409 frá 1. apríl síðastliðnum og 3410 frá 8. apríl síðastliðnum. Og orðið laust þessa fundargerðir bæjarráðs. Það bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Það búið að vera nokkrir fundir í bæjarráði núna frá síðasta bæjarstjórnarfundi og vikið af fundarefni þessara funda tengist COVID, þessu fordæmalausu aðstæðum sem við stöndum í núna
samfélagið okkar allt í heild sinni og þeim aðgerðum í rauninni sem að Akraneskaupstaður hefur verið að bregðast við og vinna að. Fundur 3407, ef við förum í dagskrárliði númer 2 þar, ég ætla ekki að fara í gegnum þetta allt, það væri, ég ætla bara að fara inn í nokkra liði. Dagskrárliði 2 kostnaðaraukning vegna COVID-19 og það sem var erindi frá velferð- og mannréttindaráði frá fundi þeirra 18. mars að í rauninni þar samþykktu þau hvað var það viðbótarráðningar og kostnaðaraukningu fyrir veitta þjónustu og var að vísa bara til staðfestingar í bæjarráði og í rauninni í ljósi þeirra aðstæðna sem að við stöndum frammi fyrir var ekki hægt að meta aukinn kostnað á þeirri stundu vegna ástandsins, þannig að þetta verður lagt fram í bæjarráði. Og sem sagt bæjarráð fól bæjarstjóra að halda sérstaklega vel utan þann kostnað sem að fellur til vegna COVID-19 og ég tel það mjög mikilvægt að við höldum utan allan þann kostnað sem verður vegna þessa því að jafnvel getum við með einhvað af því sem fellur til jafnvel sókn ríkisins. Það er til dæmis að horfa til Höfða og þær viðræður sem eiga sér stað núna milli samtaka fyrirtæki velferðarþjónustu og velferðarnefndar Alþingis, Sjúkratrygginga Íslands og heilbrigðisráðuneytisins að það eru til dæmis viðræður á milli því að á meðan að hjúkrunarheimili eru lokuð þá segir það sig svolítið sjálft að það er ekki hægt að innrita nýja heimilismenn inn á heimili og það er möguleiki á því að einhver heimili lendi því að vera það með ónýtt eða pláss sem er ekki verið að nýta. En eini möguleiki fyrir heimili er að innrita þá beint af heilbrigðisstofnunum eða sjúkrahúsum. Það hefur verið gert hér inn á Höfða núna frá því að heimilinu var lokað. En samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef þá er ágætis gangur allavega í viðræðum milli þessara aðila núna, samtaka fyrirtæki velferðarþjónustu og Sjúkratrygginga og þessara aðila sem ég nefndi áðan og það eru komin einhver plön á borðið hvað varðar hlutdeild ríkisins og Sjúkratrygginga í þeim að bæta upp þann kostnað sem heimili verða fyrir. Það eru ekkert í hendi fyrir en það er í hendi, þannig að maður bara heldur áfram að vakta þessi mál og önnur sem að samfélagið getur staðið frammi fyrir þegar þessu ástandi lýkur, þannig að það er bara mikilvægt að við höldum utan þann kostnað og sjáum í rauninni hvað er okkar og hvort við eigum möguleika á að sækja hvert annað. Dagskrárliður 3, það er aðgerð Akraneskaupstaðar vegna COVID-19 og þarna í rauninni var ekki langt frá því að samkomubannið hafði verið sett á og var að fara yfir þjónustustofnana eins og skóla, frístundaheimila og þá þjónustu sem þar var og er veitt undir þessum kringumstæðum og þarna í rauninni ákvað bæjarráð að ákveðnar aðgerðir hvað varðar þjónustugjöld vegna þeirra þjónustu sem veitt er og það var sett mjög greinargóð frétt það meðal annars inn á heimasíðu Akraneskaupstaðar og einnig var bæjarráð að fela bæjarstjóra að útfæra ákveðnar tillögur sem voru kynntar fyrir nokkrum dögum síðan. Það varðar mögulega frestun gjalda fasteignagjalda fyrirtækja og einstaklinga sem verða fyrir tekjutapi og að fela og honum jafnframt að útfæra tillögur mögulega flýting og viðhaldsframkvæmda
og einnig var þarna samþykkt að framlengja gildistíma þjónustukorta íþróttamannvirkjum Akraneskaupstaðar. Það kemur fram í þeirri bókun undir þessum lið að þessi ákvörðun sé tímabundin og gildi til loka apríl næstkomandi og endurskoðun fari fram með tilliti til aðstæðna og verður fyrirkomulega auglýst að nýju síðar 15. apríl næstkomandi sem reyndar á morgun. Þannig að það fundur í Bæjarráði á fimmtudaginn og við sáum líklega flestar fylgst með fréttum í dag að nú hefur það verið gefið út að svona gæti orðið nokkur eðlileg starfsemi leik- og grunnskóla frá með 4. maí með ákveðin útfærslu. Og en við erum að horfa á það að íþróttamannvirki og eins og sundlaugar og Freksalur verði áfram lokuð, þannig að við erum að horfa á þetta í samtíða því. Hvað varðar dagskrárlið númer 4, það fjárfesting og framkvæmdaáætlun 2023 og þarna í rauninni var Bæjarráð að fara yfir og skoða þá möguleika sem væri að flýta tilteknum fjárfestingum og viðhaldsverkefnum með hliðsjón af því ástandi sem uppi í samfélaginu vegna COVID-19. Við fyrir betur kannski aðeins ofan í þetta á seinni fundi, einum af þessum 3 síðari fundum Bæjarráðs. En það ekki meira hér í þessari fundargerð sem ég ætla að stoppa við í þessari umferð. Ef við horfum í fundargerð 3408 frá 30. mars, þá var í rauninni undir dagskrárlið 1 áfram verið að vinna það sem að nefndarmenn í Bæjarráði og við voru að ræða tillögur og aðgerðir hvað varðar aðgerðir Akraneskaupstaðar vegna COVID-19 og síðan dagskrárlið 2 þar sem var verið jafnframt að fara yfir fjárfesting og framkvæmdaáætlunina og sem í rauninni hluti af þeim aðgerðapakka sem að kynntur var, maður renna til daga saman í eitt sem að kynntur var 7. apríl síðastliðinn, en í rauninni hvað varðar fjárfesting og framkvæmdaáætlun þá var niðurstaðan sú að pólitíkin geti aðeins rætt saman ákveðin verkefni sem að þar eru innan þeirra áætlunar og kynnt það í lok apríl. Hver niðurstaðan verður af því. Fundur 3409, þar var í rauninni áfram unnið og 1 mál á dagskrá, þar var áfram unnið að aðgerðum Akraneskaupstaðar vegna COVID-19 og þessi fundi fór fram þann 1. apríl 2020 og í framhaldi af þessum fundi vann bæjarstjóri og ég vil þakka honum sérstaklega fyrir þá vinnu jafnframt Steinar Adolfssyni og Sædísi Alexíu Sigmundsdóttur verkefnastjóra og öllum bæjarfulltrúum fyrir mikla vinnu í tengslum við þessar aðgerðir sem kynntar voru þann 7. apríl síðastliðinn og í 3 þáttum sem snúa um varnir, vernd og viðspyrnu og metnaðarfullt plagg sem ég afskaplega stolt af sem bæjarfulltrúi og þakka fyrir þá vinnu sem fór fram í tengslum við það. Fundur 3410, þá það í rauninni þarna dagskrárliður 1 sem aðgerðir Akraneskaupstaðar vegna COVID-19 og þarna var í rauninni Bæjarráð að formlega að samþykkja þennan aðgerðapakka sem að kynntur var 7. apríl og þar ásetti Bæjarráð sér að koma jafnvel fram með frekari viðbrögð eftir framvindu mála og sem sagt fjárhagsleg áhrif aðgerðanna ekki að fullu ljós en sviðsmyndir liggja fyrir og Bæjarráð mun taka til formlegra aðgerða einstaka þætti eins fljótt og slíkt upp í samræmi við leiðbeiningar frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, ríkinu og eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga. Og þetta meðal annars vegna þess að við erum að setja það fram að við veitum mögulega fresta á fasteignagjöldum íbúðar og atvinnus og húsnæði til einstaklinga sem verða fyrir og
fyrirtækja sem verða fyrir tekjumissi vegna þessa og við vitum ekki nákvæmlega hver þau áhrif eru fyrir en bara þetta allt gengið yfir og ýmislegt annað og jafnframt það sem ég ræddi áðan hvað varðar samtali sem á eftir að fara fram innan pólitíkurinnar aðgerðir hvað varðar fjárfestingar að það eru hluti sem við eigum eftir að kynna frekar en höfum átt samtal hvað varðar viðhaldsframkvæmdir núna innan bæjarráðs og skipulags- og umhverfisráðs sem að verða að vonum tilkynnta fljótlega. Það var að dagskránni númer 2, þá það hluti reyndar á fjárfesting og framkvæmdaáætlun og þarna var það samþykkt á fundi bæjarráðs að ráðast í endurskoðun fjárfesting og framkvæmdaáætlun og hvað varðar Aspaskó 11 og 17 í samstarfi við Bjarg íbúðafélag og Dalbraut 6 í samstarfi við leigufélag aldraðra og þarna var það samþykkt í bæjarráði með 2 atkvæðum af 3 að bæjarráð samþykki samstarfsverkefni við Bjarg íbúðafélag vegna uppbyggingu almennra íbúða að Aspaskó 11 og númer 17 og stofnframlag Akraneskaupstaðar í því verkefni var 12% af framkvæmdinni eða 77 milljónir rúmar og gatnagerðar og þjónustugjöld Akraneskaupstaðar vegna úthlutunar lóðarinnar og uppbyggingarinnar eru rúm 41 milljón en veitt framlag úr sjóði 36 milljónir rúmar. Og sem sagt með 2 atkvæðum af 3 þá var það samþykkt og síðan var einnig samþykkt samstarfsverkefni við leigufélag aldraðra vegna uppbyggingu almennra íbúða og þar var stofnframlag Akraneskaupstaðar jafnframt 12% eða 132 milljónir rúmar og gatnagerðar og þjónustugjöld Akraneskaupstaðar vegna úthlutunar lóðanna og uppbyggingar eru sem nemur stofnframlagi Akraneskaupstaðar. Þannig að þetta til að geta í rauninni sótt stofnframlag og síðan kæmi þetta inn til frekari umræðu og samþykktar hér í bæjarstjórn á síðari stigum og bæjarráði. Dagskrárliður númer 3 viðhald fasteigna og það hefur verið mikil umræða núna en eins og ég sagði líka áðan inn í skipulags- og umhverfisráði og í bæjarráði það hvernig við getum og hvaða viðhaldsframkvæmdir við viljum ráðast í samhliða aðgerðum okkar og aðgerðapakka vegna COVID-19. Og í dag var fundur í bæjarráði þar sem að þetta var meðal annars til umræðu og aðgreiðslu og það verður kynnt. Dagskrárliður númer 6, það fjölliðjan og eins og við munum líka eftir að þá var hér í umræðinu í tengslum við fjárfesting á framkvæmdaáætlun að þá var það samþykkt hér í bæjarstjórn að fjölliðjan myndi rísa upp aftur við Dalbraut 10 og nú að koma að skriða málið að bæjarráð felur bæjarstjóra að skipa vinnuhóp embættismanna verkefnið og tillögur vinnuhópsins verði lagðar fyrir skipulags- og umhverfisráð, velferðar- og mannréttindaráð og bæjarráð og þetta kemur inn í bæjarráð eftir erindi frá skipulags- og umhverfisráði til bæjarráðs að þetta fari af stað. Og markmiðið að vinnuhópurinn skilar sem mögulegum sviðsmyndum uppbyggingu starfsemi fjölliðunnar og núverandi staði Dalbraut 10 og gert ráð fyrir að vinnuhópurinn skilar sér tillögum eigi síðar 15. júní næstkomandi og þetta afskaplega jákvætt stórt skref myndi ég segja og gott að þessi vinnuhópur sem verður skipaður
skipaði starfsfólki frá skipulags- og umhverfissviði, velferðar- og mannréttindaráði og sviðhjónum þar og muni vinna hratt og vel að því að finna hvernig fjöllyfjan mun rísa upp á þessum stað. Mér langar síðan að lokum með dagskrárlið númer 9 bara lýsa mikilli ánægju með það sem ferðahringur Akraness og Hvalfjörð sem samstarfsverkefni Markaðsstofu Vesturlands, Akraneskaupstað, Hvalfjarðarsveitar og Kjósarhrepps ferðaleiðir Hvalfjörð og Akraness og þetta verkefni er eitt af áfangastöðum Vesturlands og áætlað leiðin opnar árið 2021 og það er í bókun bæjarráðs og mér langar bara segja það hér að við þökkum Sædísi Alexíu Sigmundsdóttur verkefnastjóra fyrir greinargóðar upplýsingar verkefnið og bara gangi ykkur áfram vel með þetta og það verður spennandi að sjá útkomuna hvernig þetta mun að líta út. Takk fyrir í bili. Bæjarfulltrúi Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir biður orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem hafa komið í það. Ég þakka formann bæjarráðs fyrir góða yfirferð. Mig langar aðeins að dreifa á þessum COVID-málum öllum sem auðvitað eru fyrirferðar mikil hjá okkur öllum og í sjálfu sér eðlilegt að krafturinn í öllu hjá okkur sé á þessum stað. Eðlilegt. Og í rauninni búið að vinna mikið af góðri vinnu og það kannski sem að ég sakna aðeins eru meiri umræður pólitískar hluta af því sem við höfum verið að leggja til og það er í rauninni bara eitthvað sem við getum við höfum tækifæri til að gera við þetta sé bara mikilvægt að við þó að við þurfum auðvitað að stíga hratt til jarðar að þá tökum við samt yfirveguð skref og séum þá að byggja á í rauninni þeim grunni sem að við erum þeirri grunnvinnu sem að liggur fyrir og ég held svo sem að niðurstaðan sem að var kynnt hafi svona í flestum eða ekki öllum atriðum verið þannig en svona ég er bara svona að brýna okkur til dáða að halda okkur á þeirri braut og síðan langar mig að velta upp mér þetta heyrðist formaður bæjarráðs nefna það að fyrir lægju ákveðnar sviðsmyndir ég kannast ekki við að sé þær að búna sjálf en það getur vel verið að þessi búið að vinna þær en ég held að það sé mjög mikilvægt á svona tímum að við leggjum niður fyrir okkur með hvað hætti við sjáum fyrir okkur mismunandi sviðsmyndir á rekstri og fjárfestingum bæjarins af því að hlutirnir eru stanslaust að breytast og það er mjög erfitt að í rauninni spá fyrir hvað gerist næst þannig þessi eða hvað þetta tekur langan tíma eða hvaða áhrif þetta hefur á til dæmis atvinnuleysi og svo framvegis og hvernig getum við þá með einhverjum aðgerðum í rauninni spýnta móti þar, hvað þarf að vera mikið og svo framvegis. Og ég held að það var ágætur fundur með þingmönnum kjördæmisins og sambandi sveitarfélaga á Vesturlandi í morgun og þar til að mynda var rætt endurgreiðslu virðisaukaskatts til sveitarfélaga sem hefur svo sem verið í umræðunni og ég held að sé mjög mikilvægt að þrýsta á að komi til framkvæmdar til að örva fjárfestingu sveitarfélaga í innviðum og þá held ég líka að þetta sé mikilvægt að horfum til þess að við séum að setja peningana í uppbyggingu sem við vitum hvort er bara í eftir svona ár séum að nýta peningana vel í rauninni fjárfesta inn í framtíðina fyrir af því að við auðvitað það sem gerist er að þetta er tilfærsla á fjárfestingu. Við höfum ekki ótakmarkað fjármagn við talum ekki ef að atvinnuleysi fer að vaxa og svo framvegis
sem að í rauninni það er hún fyrir að fara að gera og mun örugglega verða jafnvel ennþá meira. Að hvernig ætlum við að bregðast við, hvernig ætlum við að og hvaða sviðsmyndir sjáum fyrir okkur, hvað þurfum við að gera mikið ef atvinnuleysi fer í X. Við bara síðan kannski varðandi þjónustugjöldin og hluta því sem að við í rauninni samþykktum varðandi leikskóla og grunnskóla og frístundaheimili og svo framvegis. Það sem var kannski ekki tekið á í þeim pakka er tónlistarskóli og mér er mikilvægt að það verði skoðað líka. Þannig að ég komi því á framfæri. Síðan kannski varðandi önnur mál að þá fagna ég því að það er búið að ráða aðila til hanna nýjan leikskóla. Þannig að það er allavega eitt spil það sem við getum farið að spýta í lóna og örva hagkerfið okkar á Skaganum og jafnframt bæta til framtíðar þá umbúnað barnanna okkar og fjölskyldufólks. Hvað vil ég meira að nefna það er þá í fundargerð 3410 varðandi umhverfisstefnuna. Ég vildi bara fagna henni með að sjá að hún sé að verða veruleika og jafnframt ferðahringnum Hvalfjörð sem ég held að sé gott mál. Takk fyrir. Það er fulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Já, þetta er svo sem búið að vera ágætis törn í bæjarráðinu og mikil vinna búin að eiga sér stað þar í þessu kapphlaupi við tímann varðandi þessa aðgerðir Akranskausta vegna COVID-19. Margt að mínu mati mjög gott þar inni og margt sem nokkur atriði sem ég hef kannski kosið að gera aðeins með öðrum hætti en ég er ekki þar með að segja að ég sé ósátt við þetta, heldur samþykki ég það með glöðu geði með ykkur kollegum mínum í bæjarráði og eina sem að mér fannst bara svona sem að stakk mig, við vorum kannski svolítið líka að tala aðgerðir sem að eru háð þriðja aðila og við erum að tala uppbyggingu og leigumarkaðinn sem ég er alveg hlynnt. En auðvitað fer byggingaraðilinn ekkert af stað ef markaðurinn er frosinn, ef eftirspurnin hrynur og því líkt. En ég ætla svo sem ekkert að kannski fara í það, kannski fyrir lið, en fyrst og fremst þá bara að þakka ég kollegum mínum í bæjarráði fyrir þetta við stóðum saman að þessu svo sem og bæjarstjórunum og verkefnastjórunum Sædísi Alexíu fyrir flotta vinnu og flotta framsetningu. Einhverjir hafa vilja sjá þetta sett fram á einfaldari hátt en af því að mörgum það eru margir sem að lesa kannski bara fyrirsagnir, þá hugsa maður frá ensku. Þeir lesa bara fyrirsagnir og lesa svo ekki áfram. En bæjarstjórinn lagaði það alveg snarlega áður en þetta fór í kynningu og komu svona yfirgripsmikla og góða glæru sem að sýndi þetta í rauninni hvað var að ræða, aðgerðir okkar og þá ítarefni þar undir og fyrir fróðleiks fyrsta. Það er inn í þessum liðum varðandi leigumarkaðinn eða innspýtingu inn í leigumarkaðinn sem í fundi, svo margir fundir, sjá. 30/10. 30/10.
Já. Það sem sagt verið að tala það hérna eins og formaður Bæjarráðs kom inn í inngangi sínum hér áðan, varðandi lóðir í samstarfi við Bjarg íbúðafélag, aðra lóð í samstarfi við leigufélag aldraðra. Ég sat hjá í þessum málum, ég fer ekkert ofan af því, mér finnst þetta ferli svona fyrir margar sækir svolítið undarlegt að þú sækir núna til þess að sækir stofnframlagið og svo getur einhvern veginn mætt á næsta fund og sagt, nei, ég hætt við. Þannig að með því að sækja stofnframlagið ertu væntanlega að samþykkja að fara í þessar framkvæmdir. Eða svona maður myndi álíta þannig að því að svoleiðis gerðu þetta með leigufélaginu Bjarg hérna upp í Hverfi. Og mér fannst þetta líka skrítið þá, þetta ferli. Að vera einhvern veginn að samþykkja það að sækja þetta stofnframlag án þess að við séum að skuldbinda okkur. Ég sat hjá í þessum afgreiðslum og það bara fyrir það eitt að fordæmin hræða að það urðu ekkert óbúslega miklar ánægjuraddir hér í samfélaginu, sérstaklega hjá iðnaðarmanna samfélaginu sem fékk ekki tækifæri að taka þátt í þessari uppbyggingu hjá leigufélaginu. Og fyrir það kaus ég bara að sitja hjá. Þó svo að loforðin séu önnur núna að aðilum hér á Akranesi eigi að gefast verulegur kostur á að taka þátt í þessu. Þá óska ég þess svo heitt og innilega að það verði raunin. En ég bara innlæg þegar ég segi það að þessi fordæmi ræða. Svo það varðandi leigufélag aldraðra og þar erum við svo sem búin að fá ákveðna kynningu á tölulegum gögnum varðandi Dalbraut 6 og þar sem að það ekki hefð fyrir þetta leigufélag að byggja bílakjallara. Og þá verið að hugsa einhverjar leiðir og mér finnst pínlítið svona leikur að tölum hvert framlag okkar á að vera í þessu. Ég velti því upp af hverju faraðu þá ekki bara eitthvað annað ef það ekki fordæmi fyrir því að hafa bílakjallari í þeirra leiguhúsnæði. Þá vísað í það, jú, á sama reiti vissulega þjónustumiðstöð að mun verða þjónustumiðstöð fyrir aldraða og ég kaupi það. En maður spyr sig samt einhvern veginn hversu langt á maður alltaf að teygja sig í samningaviðræður. Þannig að það var svona ástæðan fyrir því að ég kaus að sitja hjá að svo komnu máli í þessum tveimur atriðum í fundargerð 30/10. Svo það blessuð umhverfisstefnan í sama fundi. Þar bókað Bæjarráð Akraness samþykki stefnuna og vísar henni fyrir sitt leyti til endanlegrar samþykktar í bæjarstjórn. Og hún kemur þá væntanlega bara fyrir á næsta fundi. Eftir að fara fleiri mál. Já. Þannig að þá skálum við í vatni. Svo kannski bara að lokum, bara flotta að þessi vinnuhópur varðandi starfshópur fjölliðina að skoða það hvernig það geti litið út og maður einhvern veginn þessa dagana svolítið að horfa á svona stóru myndina hvernig þessi allur reitur geti verið saman, hvernig það verður í framtíðina því að þetta mun örugglega verða þetta við förum hvort sem úr bæjarstjórn ekstra annars þar að þegar N1 flytur sig af svæðinu og þá verður landslagið annað og ég bara vona það að okkur beri gæfa til að vanda okkur í þessu verki og förum ekki í einhverja skúrabyggingar og viðbyggingar og gerum þetta fallegt og flott og almennilega. Þannig að ég held að það svo sem ekkert fleira í þessum fundargerðum, þetta svo sem mikið bara eitt mál.
Ég segi bara takk fyrir mig. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu. Svo ég svari því svona formlega þá á umhverfisstefnan sem sagt eftir að fara til umfjöllunar í fleiri ráðum áður en kemur hingað. Væntanlega bara fyrir næsta og nefndum. Væntanlega bara fyrir næsta bæjarstjórnarfund. Fleiri sem að óska eftir að ræða fundargerðir bæjarráðs. Það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Takk forseti. Ágæti bæjarfulltrúi bæjarstjóri aðrir sem áflýða. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Ég skrifaði hérna alltaf með öllina. Ég fyrir það alveg. Hyggstaði aðeins á rafnum ég átti með að ég hef skrifað það vitlaust. Ég held að byrja að segja, ég mismælti mig þarna og bæjarfulltrúi myndi mig á það að unnið að sviðsmyndum. Ég veit að bæjarstjóri að vinna næmisgreiningu varðar fjárhag bæjarins og þessar aðgerðir og þar tel ég að ýmislegt einmitt af þeim spurningum sem bæjarfulltrúi lagði fram verði svona útlistaðar. Þannig að það verk í vinnslu og einnig hvað varðar einmitt pólitísku umræðuna og þær aðgerðir sem við erum að vinna að og þá ég bara mjög ánægð með þá niðurstöðu sem varð að við sögðum, við kynnum þennan pakka eins og hvað varðar fjárfestingar og framkvæmdir á seinni stigum. Lokaapríl, þannig við getum átt þetta samtal og ég tek heils hugar undir það að framkvæmdir, aðgerðir sem að við höfum verið að ræða að þær eigi styttri leiðir á teikniborðinu heldur en aðrar getum orðað það þannig og þannig við þurfum að vinna að því. En einnig, eins og ég nefndi áðan að þá hefur verið einmitt núna hvað 2 eða 3 bæjarráðsfundum þar sem hefur verið að velta upp tillögum sem hafa komið frá skipulags- og umhverfisráði varðandi viðhaldsframkvæmdir sem hægt að fara í fljótt og vel á stofnunum bæjarins og það ætti að koma einmitt mjög fljótt fram hvaða þættir það voru til umræðu í bæjarráði bara núna síðast upp úr hádegi í dag. Það varðar tónlistarskólann að þá einmitt var það ábending sem kom þegar við vorum að vinna með þessum aðgerðapakka og við leituðum upplýsinga úr bæjarráði inn í tónlistarskólann. Og það var að gera aldraðra, það rétt sem að bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom inn á að þetta félag hefur ekki áður ráðist í framkvæmd þar sem að bílakjallari með íbúunum og við höfum verið að finna leið til að vinna að því. En það einmitt ósk þessara aðila að vera þarna á þessum reið og það snýr líklega að því að þjónustumiðstöð þarna en við sjáum hvernig þetta setur allt saman í áframhaldandi vinnu hvað varðar þessar aðgerðir en ég full bjartsýni með þetta saman. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu og bæjarstjóri Sverrir Freyr Þráinsson. Gjörðu svo vel. Já, ég ætlaði bara rétt aðeins að minnast á þessa næmnisgreiningu sem í vinnu frá áætlun ársins og ég upplýsti oddvita á bæjarráðsfundi aðeins stöðuna og bara þannig að allir í bæjarstjórn séu með sömu upplýsingar þá ég búinn að vera að vinna með svona ákveðna næmnisgreiningu í útfærslu af því að reyna að ná utan hvernig árum gæti litið út. Ég ekki búinn að deila þessari vinnu með nokkrum einstaklingi, þetta ennþá bara alfarið hjá mér. Ég búinn að vera í sambandi við Sigurð Snævar hjá sambandinu til þess að geta undirbyggt betur, það að ná utan áhrifin á til dæmis útsvarstekjurnar og áhrifin á jöfnunarsviðum. Sömuleiðis höfum við sveitarstjórar á Vesturlandi verið að deila með okkur upplýsingum sem að snerta bæði atvinnuleysi og
og síðan að reyna að nálgast á annarri átt og hefur meðal annars Björg á Grundarfirði átt að frumkvæði að hafa samband við skattinn upp á að fá betri upplýsingar samsetningu innan sveitarfélaga. Þetta allt upplýsingar sem ég veit að hafa verið í umræðunni margoft í bæjarstjórninni en illa gengið að fá þessar upplýsingar. En núna erum við að reyna að leggjast á eitt allir sveitarstjórnir að fá betri gögn til þess að geta undirbyggt þessar næmnisgreiningar okkar og vonandi þannig undirbyggt það að meta hver verða áhrifin, bæði tekjumegin og kostnaðarmegin. Hvað varðar mikilvægi þess að ná allavega utan fyrstu útgáfu, þá tel ég reyndar svo að það væri mjög æskilegt að það lagt fram og sem allra fyrst, jável þó við skoðum það aftur fljótlega. Ég þori ekki alveg að lofa upp í ermina á mér á þessum fundi, bara ég að kalla eftir þessum gögnum, en það væri æskilegt að bæjarfulltrúar eða bæjarstjórn hafi möguleika á því þegar við ætlum að taka fyrsta umræðum ársreikning 2019 sem verður hér til umfjöllunar eftir 2 vikur. Og þá verðum við komin með þessa vinnu sömuleiðis til umræðu. Ég allavega að vona að það verði ekki síðar en þá. Bæjarstjóri Safri Þráinsson hefur lokið máli sínu og langar bara aðeins að benda á, ég held að það sé ekki bara það að bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hafi mismælt sig, ég held að það sé bara mistök í bókun í fyrsta lið fundi 3410 að þar ætti náttúrulega að standa fjárhagsleg áhrif aðgerðanna ekki að fullu ljós fyrr en mismunandi sviðsmyndir liggja fyrir. En af þessari bókun eins og stendur þannig má skilja að þessar sviðsmyndir liggi fyrir nú þegar, en þetta bara, ég held að það sé alveg örugglega rétt hjá mér að þetta bara mistök í bókun sem hefur farið fram hjá okkur þarna. En svo langar mér bara að minnast á eitt mál í viðbót á þessu fundi sem 9. mál, ferðahringur Akranes og Hvalfjörð. Og bara vekja athygli á því og fagna því. Þetta mjög flott og spennandi verkefni, samstarfsverkefni Markaðsstofu Vesturlands, Akraneskaupstaðar, Hvalfjarðarsveitar og Kjósarhrepps ferðaleiðir Hvalfjörð og Akranes. Og áætlað að þessar leiðir opni árið 2021. Og bæjarráð bókar þarna þakkir til Sædísar Alexíu verkefnastjóra fyrir greinargóðar upplýsingar verkefnið. En bara svona í miðju brasinu öllu saman og öllum þessum átökum sem við erum í að þá gott að fá eitthvað svona sem svolítið bara bjart og jákvætt og hressandi verkefni. Mjög skemmtilegt og spennandi. Og bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, bara örstugt, takk kærlega fyrir greinargóð góð svör, bæði í formi af bæjarráðs og bæjarstjóri. Mér langar kannski bara að nefna og vísa þá í þennan fund sem við áttum með þingmönnum og SSVAP í morgun og þar var líka umræða einmitt lagabreytingar mögulegar til þess að veita sveitarfélögum leyfi til þess að taka upp fyrir ekstra áætlanir sínar, því að auðvitað liggur það fyrir að ekstra áætlanir eins og þær liggja fyrir núna eru algjörlega ónýtt plögg þannig séð og líka ef maður horfir til í rauninni kannski þá lengri tíma, það að segja 3 ára áætlunin í rauninni kannski svolítið í uppnám, má segja. Og ég held að það væri gott að veita þingmönnum þrýstingum það að þetta verði skoðað alveg. Takk fyrir. Takk fyrir, fulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir og bæjarstjóri Saga Freyr, gjörðu svo vel. Já. Og þetta ágætu bæjarfulltrúar, ég ætlaði bara rétt að taka sama punkt og Sandra komið. Það var einmitt umræða í morgun, en mér langaði bara að upplýsa það að ég átti samtal við endurskoðanda bæjarins akkurat þetta, svona rétt fyrir páska. Og það hans mat að
heimild sveitarfélaga undir svona kringumstæðum eins og nú er að nota viðauka til þess að afgreiða þessi mál. Þannig að nú veit ég ekki hvort að þetta verði endanlegt svara því að mörg sveitarfélög líta svo á að þau þurfa að veita rýmri heimildir eins og kom fram á þessu fundi sem Sandra vísar til. En ég, eftir að hafa lesið ákveðna greinar í kringum viðauka, þá tel ég að endurskoðandi okkar hafi rétt fyrir sér. Og við getum bara gert þær breytingar sem við teljum að við þurfum að gera í formi viðauka. Takk fyrir. Bæjarstjóri Sara Freyr hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð Bæjarráðs? Það er bæjarfulltrúi Kristinn Sveinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætlaði bara að taka til máls undir fundargerð frá 8. apríl 30/10. Annar liður fasteigna framkvæmdaáætlun. Ég fagna þessu að þetta sé komið í gang, bæði þessu verkefni. Þetta er í samræmi við húsnæðisáætlun sem við höfum samþykkt. Og ég ætlaði bara að nota tækifærið og þakka bæjarstjóra fyrir hans miklu vinnu í þessum málum. Hann hefur á mikinn heiður skilið fyrir að ýta þessum málum áfram. Við verðum síðan bara að sjá hvað kemur út úr þessum málum, út úr þessum samningum og þessum umsóknum. Þannig ég er mjög ánægður með þetta. Varðandi lið 6, fjörliðina, ég ætla bara að minna á það að við erum að samþykkja núna vinnuhópur, það er bæjarráð beinir í til skipulags- og umhverfisráðherra er að beina til bæjarráðsstofnunar vinnuhópur sem á að skila af sér 15. júní. Við verðum þá að drífa að stofna vinnuhópinn og setja hann í gang. Þetta er talsverð vinna sem þessi vinnuhópur þarf að fara yfir og vinna á 2 mánuðum. Þannig að ég ætla bara að brýna okkur til verka þarna. Annað var það ekki. Það er sem búið að minnast á flest, þannig ég ætla ekki að lengja fundin með því. Takk fyrir. Fulltrúi Kristinn Sveinsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir Bæjarráðs? Svo er ekki og eru þá þar með fundargerðir Bæjarráðs númer 3407, 3408, 3409 og 3410 laga fram. 8. fundarliður hefur málsnúmerið 20.01.005. Þetta er fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2020 og hér er lagðar fram fundargerð númer 148 frá 23. mars síðastliðnum, 149 frá 30. mars og 150 frá 7. apríl síðastliðnum. Og orðið er laust þessar fundargerðir. Það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og hlýða. Ég langar aðeins að fara í fundargerð númer 150 og 7. apríl. Það er mál númer 1 og 2 sem er annars vegar útboð á gangstéttum, nýframkvæmdir og viðhald og hins vegar götuviðhald sem voru opnað 2. apríl. Þannig að lýsa ánægju með þann áhuga sem útboða sig og þeim tölum sem við fengum í þetta. Þetta er bæði þessi verk kom mjög vel út til bæinn. Ég held að við ættum alveg að skoða ef þetta er það sem ég gangi núna, þá ættum við að skoða jafnvel frekari framkvæmdir í þessu, sem spekla þá kannski í gangstéttunum og við líka það kannski flóknar að fara í göturnar sem við hefum ekki mikið af götum kannski klárað á lager. Verkefnið er ekki alveg klárt en gangstéttin er tiltölulega fljótt að vinna allt í kringum það. Svo langar við líka
koma inn eins og við komum inn á áður þessum fundi, það er vel fasteigna. Við fórum þarna og leiðir nummer 3 sem sagt. Við hafa verið að vinna Alfreð Alfreðsson, verkstjóri Áldús og Jón Ólafsson verkefnisstjóri hafa verið að vinna í þessu. Rýnaður í þau verkefni sem hægt verið að fara í núna og samlega þessu COVID-verkefni. Og hann er eins og áður bara mjög góð vinna á þeim. Við langar líka að bara við komum fram líka á hundruðum, málum við 4 fjöliða. Ánægilegt að þarna bæra það við hafið þarna áviðið sálskólum okkar og þarna hóp. Það sé þarna og líka bara mjög gott held ég að þarna eru bara starfsmenn og fáum svolítið fram bara svona hver þörfin og þarna hvað þarf að gera og hvernig staðan svolítið. Hvernig staðan á húsnæðinu núna gamla og svoleiðis. Og það algjörlega skipt fram. Svo langar mér líka að benda á lið númer 10 sem er flóðakörri uppbygging, hugmynd sem hefur verið rættir áður inni og fór svo inn í bæjarráð síðast og það í gegn. Sem snýr að því að ívilnanir í gatnagerðargjöldum eða frestun á gatnagerðargjöldum. Ég held að þetta eigi eftir að koma til með að koma tölvöld mörgum verkefnum þarna af stað. Ég veit nú þegar eru 2 aðilar sem hafa verið í sambandi hérna við Sigurðinni mjög áhugasamir með tiltölulega stórverkefni báðir og fleiri held ég þegar þetta verið almennilega kynnt og þegar bæjarstjóri hefur unnið þetta á hann, svona fallega bæra, þannig að ég held sé mjög gott skref yfir. Já, það var ekki meira. Takk fyrir. Það er fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Það er fulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ef mig misminnir ekki að þá var þessi starfshópur varðandi fjölið en hans verkefni var að koma með sviðsmyndir. Þess vegna var þessi tími þessa hóps svo skammur að það var mikið búið að vinna hér þegar við áttum þessa umræðu hér í bæjarstjórn fyrir einhverjum mánuðum síðan. Mér skilst að þetta taka það upp aftur og vinna það betur ofan í okkur, þannig að það sé búið að skipa í þennan hóp. Það er fulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Svo er ekki. Nú eru þá fundargerð skipulags- og umhverfisráðs númer 148, 149, 150 þar með lagðar fram. 9. fundarliður hefur málsnúmerið 20.01.004. Þetta eru fundargerðir skóla- og frístundaráðs á árinu 2020 og lögð fram fundargerð númer 127 frá 7. apríl síðastliðnum. Og orðið er laust þessa fundargerð og það er fulltrúi Bára Daðadóttir. Gjörðu svo vel. Bára, þú ert á mute. Er ég komin inn núna? Já, þá segi ég bara forseti, ágætu bæjarfulltrúar þeir sem á okkur hlýða. Ég ætla bara svona rétt aðeins að fara yfir þessa fundargerð. En mér langar svo sem bara að koma inn á það við fengum Hildi Karen, formann IA til okkar á fundin, en það eru líkur á íþróttafélaginu okkar eftir að lenda í fjárhagsvanda. Núna vegna ástandsins sem hefur skapast vegna COVID-19 og við fengum bara greinagóðar upplýsingar frá henni á fundinum. Og bara eftir fréttir dagsins varðandi tilslakanir og fjöldatakmarkanir er ljóst að bara þau mót sem eru haldin á hverju sumar á Akranesi sem munu líklega ekki geta farið fram eins og vanalega. En þau eru eina af mikilvægum tekjulindum íþróttafélagana. Mér langar bara að nota tækifæri líka núna og hrósa þjálfurum og starfsfólki íþróttafélagana sem eru að gera sitt allra besta til að halda út í íþróttastarf á erfiðum tímum og eru að gera þess að geta til að þjálfa iðkendur sína og hvetja þá áfram. Svo ætla ég svo að koma bara hérna inn á, eins og Sandra ræddum, undir fundargerðum Bæjarráðs erum við að fara að sjá nýja leikskóla rísa hérna á Akranesi, en á þessum fundi lögðum við til að vinnuhópur eru stofnaður vegna hönnunar hans sem fylgir verkefninu eftir út hönnunartímabilið
og leggjum við til að sé skipaður starfsmönnum skóla- og frístundasviðs, skipulags- og umhverfissviðs og svo stjórnendur leikskóla. Og á sama fundi fengum við kynningu á samningi á hönnun skólalóða, Brekkubæjarskóla og Grundaskóla og vinnum við samráðsferli vegna þess. Og skóla- og frístundar leggur til að stofnaður verði vinnuhópur sem fylgir verkinu sömuleiðis eftir allt hönnunarferlið. Í þeim vinnuhópum leggjum við til að vera starfsmenn skóla- og frístundasviðs og skipulags- og umhverfissviðs og stjórnendur grunnskóla. En já, þetta bara svona það sem ég vildi koma aðeins inn á. Takk. Fulltrúi Bára Daðadóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skóla- og frístundaráðs? Svo ekki. Jú, það hérna, það fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti bæjarfulltrúa og fyrir svona hlýðan. Mér langaði líka bara að benda hérna á mál númer 7 sem ég finnst vera bara mjög gott mál. Þannig að við tökum í rauninu ákvörðun að skóla- og frístundaráð leggur til að ljósabekkir verði fjarlægðir úr íþróttamiðstöðinni. Þetta kom inn til okkar fyrir rúma ári ákváðum við að frista þetta í ár vegna viðræður við sundfélagið. Þetta er náttúrulega þykilegt fyrir þá en sá póstur vegur samt ekki þyngri en bara í mínum huga svo staðreynd að þetta á ekki heima í mannvirki eins og þessu, Reykjavíkurbæjarfélaginu, í samkeppni við annan rekstur og bara í þessu markmið og annað. Þannig að og þetta gefur okkur líka ákveðið tækifæri þannig inni í breytingum í klefanum. Sérstaklega líka út frá fundinum í dag þar sem kom fram að það verður sjálfsagt engin starfsemi í þessum klefa fyrr en í júní. Þá getum við höfum við tíma til framkvæmda og tækifæri. Mér langaði líka til að koma inn á mál númer 6 sem Sigurfæri Siglingafélag. Þetta mál hefur verið í skoðun á umhverfisskipulagssviði og raunverulega skóla- og frístundaráð fól bara sviðsstjóra að vinna þetta með sviðsstjóra skipulags- og umhverfissviðs. Ég held að við höfum svona ákveðin tækifæri. Við erum með bráðabirgðalaust núna þessi geymslu en þeir þurfa náttúrulega að hafa almennilega starfsaðstöðvar eins og bara önnur félög til að geta vaxið á bánu. Og ég held að sé tækifæri til þess að ræða það líka sérstaklega við þá lóðarhafa aðeina sem eru þannig höfninni fyrr. Já, það var ekki vera. Ég vil kannski bara líka lýsa þér ánægði með leikskólahönnun og það sé komið búið að semja við aðalega hönnunna og það sé komið á stað og skólalóðina líka. Takk. Fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skóla- og frístundaráðs? Svo ekki og þar með fundargerð skóla- og frístundaráðs nr. 127 lögð fram. 10. fundarliður hefur málsnúmerið 20.01.003 fyrir fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2020 og lögði fram 124. fundargerð ráðsins frá 1. apríl síðastliðnum. Og orðið laust þessa fundargerð. Það enginn sem kveður sér hljóðs og hún þar með lögð fram til kynningar. 11. fundarliður hefur málsnúmerið 20.01.014. Þetta eru fundargerðir stjórnar Faxaflóahafna á árinu 2020 og lögðu fram fundargerð nr. 190 frá 1. apríl síðastliðnum. Orðið laust þessa fundargerð. Það bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson, gjörðu svo vel. Já, herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það tvennt sem ég langar til að kannski vekja athygli á að það umhugsunarvert fyrir okkur. Það í fyrsta lagi að hluti af stjórn Faxaflóahafna hafi tekist að gera ráðningarferli starf hafnarstjóra stjórnpólitísku máli og það verður eiginlega að segjast að kemur manni svolítið óvart hvað Reykvíkingum tekst að rífast mál sem í eðli sínu ekki pólitísk en ná að gera það einhvern veginn pólitísk inn í ráðum og nefndum og stjórnum. Og svo kannski leiðir það misskilning að
Marta Guðjónsdóttir og Örn Þórðarson kemur svo oft fram í blöðunum er ekki sérstakir fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í stjórn Fæðslulafna. Þeir eru fulltrúar Sjálfstæðisflokksins úr Reykjavík sem er stjórn Fæðslulafna. Svo langar maður að nefna í tengslum við frestun gjalda og þeirra ráðstafana sem Fæðslulafnir hafa gripið til þess að létta undir með bæði leigutökum og þeir sem hafa verið að greiða gjöld til Fæðslulafna. Þá hafa Fæðslulafnir brugðist hratt við og koma til móts meðal annars leigjendum með frestun gjalda og tímabundið verður lagt af gjald, svokallaða farþegagjald, sem skiptir svo kannski ekki miklu máli í þessu árferði, það er fengið farþegi, en það var alltaf brugðist hratt við. Ég nefndi það við hafnarstjóra að hann myndi hringja inn á Grundartanga og reyna að koma að staði hvort það er breyting á starfsemi þeirra fyrirtæki sem þar eru. Og ég hafði síðan samband við hann eftir fundinn og það var hans niðurstaða eftir þau samtöl að það væri ekki fyrirsjáanlegar breytingar á þeirri starfsemi og það er jákvætt fyrir okkur. Og þýðir þá að þau fyrirtæki er allavega með kúrsinn þar eins og er, þó þetta vitum við ekki hvað gerist þegar ef þetta dregst óþarflega lengi, þessi COVID-bönn og með tilheyrandi minnkandi eftirspurn eftir þeim málum sem þar framleiddir. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem óska eftir að taka til máls, það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Ég kannski bæta við sem bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson fór hérna mjög vel yfir þessi mál. Ég bæta við lið D, sem er lóðarlega, við komum líka inn á það með hvort það hefur fyrir áhrif hér, í raun og veru eru Faxaflóarnir með mjög lítið hér undir í lóðarlegu. Það er aðalega þannig að þeir eru með smá svæðinni og breiðinu, það hefur raun og veru engin áhrif. Hafnarstjóri ætlaði samt sem ára að skoða þetta. Og svo vil ég kannski líka bara staðfesta þetta með þennan klofning sjálfstæðismanna í stjórninni að minni hluti sjálfstæðismanna og fulltrúi Akraness það er mjög þægilegur í meðstjórnarna og er ekki mjög læti eins og hinir. En þetta er samt mjög furðulegt hvernig eins og þessi fundur varði raun og veru til bara út af flokkspólitík. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð stjórnar Faxaflóa. Svo er ekki og er hún þar með lögð hér fram til kynningar. 12. fundarliður hefur málsnúmerið 20.02.057. Fundargerðir og tilkynningar Sambands íslenskra sveitarfélaga á árinu 2020. Hér eru lagðar fram tvær fundargerðir, númer 879 frá 28. febrúar síðastliðnum og 880 frá 27. mars síðastliðnum. Orðið laust þessar fundargerðir. Það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir, forseti. Allir bæjarfulltrúar þessar tvær fundargerðir svo sem þó að séu margir liðir undir hverjum fundi fyrir sig, þá er þessi fundir líka búin að einkennast af gríðarlega mikill yfirferð vegna COVID-19 og kjarasamninga og ég ætla nú bara að byrja á því að hrósa Ingu Rún Ólafsdóttur sem að sér öll kjaramál og semur fyrir okkur sveitarfélögin og hún hefur staðið sig alveg svo klettur í sinni vinnu og meira sér tókst að gera kjarasamninga rafrænt í COVID-málunum við slökkviliðsmenn. Það var virkilega ánægjulegt. Ég ætla að taka bara undir það sem hefur svo sem verið sagt áðan og mér minnir að bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir hafi nefnt það varðandi virðisaukaskatt vegna framkvæmda eða viðhaldsverkefna sveitarfélaga. Ég held að við séum öll þarna sem sitjum í stjórn að við séum að ýta á þetta og
og eflaust þeir sem sitja kannski hér líka inni sem eru eigið þingmenn í ykkar röðum á þingi, að þá er þetta bara gríðarlega mikilvægt og það er nú aftur fundur núna í lok mánaðarins 30. að mig minnir. Og ég get alveg trúa því að eftir yfirferðina landsstjórnarsamtökunum við þingmenn að þetta er land allt mikið ákall. Þannig ég segi það. Það er svo sem ekkert meira sem ég hef viljað fara yfir í þessu. Ég segi bara takk. Það fulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga. Svo er ekki og er þar með fundargerðir Sambandsins númer 879 og 880 lagðar fram. 13. fundarliður hefur málsnúmeri 20.01.008. Þetta eru fundargerðir SSVAF á árinu 2020 og hér er lögð fram fundargerð stjórnar SSVAF númer 152 frá 18. mars síðastliðnum. Og orðið er laust þessa fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og hún er þá þar með lögð fram til kynningar. Nú fleira er ekki á dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar. Ég þakka bæjarfulltrúum, bæjarstjóra og verkefnastjóra fundarritara fyrir góða fundarsetu og segi þessum bæjarstjórnarfundi slitið.